Já, velkomin að Rauðaborðinu. Í þættinum í kvöld, aftast í honum, að þá mun María Pétursdóttir fara yfir femínískar fréttir vikunar með Söru Steff, eins og þær gera oft hérna við Rauðaborðið. Miðbyggið þá kemur hingað Hólmfríður Garðarsdóttir sem að þekkir vel til Suður-Ameríku, sem er heimsálfa sem að sveiflast svona þessu pendullíni sem að sveiflast frá hægri til vinstri, og nú er sveiflast svona til vinstri, og ég ætla að fá Hólmfríði til þess að segja mér frá því hvað veldur þessum sveiflum og hvað átök þarna eru, hvort það séu stjættar átök eða átök milli frumbyggja og þeirra sem að síðar komu og hvaða er sem að veldur og hvernig stendur á því að sama sveiflan verið ganga yfir löndin sameinlega. Þetta er ráðgáta sem að Hólmfríður kannski leysir hér á eftir. Við höfum undanfarna 50 daga haft það til síðs að fá hingað fólk til þess að ræða það sem að einhver staðar er kallað vettvangur dagsins. Það er svona að fara yfir ástandið á samfélaginu. Það er nú mikil, það vantar ekki að þetta eru áhugaverði tímar sem við lifum og margir vilja kalla þá fordæmalausa tíma. En hingað koma Ólína Kjerúlfs Þorvarðardóttir sem er prófessor og þjóðfræðingur, Þorgeir Tryggvason sem er bókmennafræðingur og tónlistarmaður og gagnrýnandi og guð má vita hvað ekki, og Árni Daníel Júlíusson sem er sagnfræðingur. Ég ætla að fá þau til þess að spá í það hvaða átök það eru í samfélaginu og hvert þau geta leitt okkur. En við byrjum á fréttum dagsins og þar er nóg að átökum, ekki, María? Jú, það er nóg að átökum. Það er náttúrulega verkbannið kannski fyrst og fremst, eflingamálin. Já, þetta er eiginlega samtök atvinnulífsmálið. Þetta er nefnilega orðið samtök atvinnulífsmálið, SA-málið. Halldórs Benjamínsmálið. Já, Halldórs Benjamín. Ég held að maður ætti bara að fara að snúa þessu algjörlega þessar orðræðu við. Með verkbanninu er náttúrulega SA orðin algjör gerandi í þessu máli. Já, einmitt. Efling var enda með mótmælafund. Já, voru svona samstöðu mótmælafund í dag í hádeginu. Gengu svo fram hjá þinghúsinu og stjórnarráðinu. Svolítið svip á fréttir dagsins. Já, einmitt. Og einhverju voru að tala við venjulegt verkafólk, eins og sagtir. Já. Kom fram. Og það kemur í ljós að það er samstaða í félaginu. Það er það. Það eru stór hópur sem að styður aðgerðir fórstunar og veitum við það sem að er haldið fram, því sem haldið er svolítið fram. Það er ekki margir sem að kannski halda þið fram. Það er bara haldið þið fram alltaf aftur og aftur. Já, einmitt. En það var ekki svona vel tekið í það þegar það voru að hvetja þingmenn til að koma út og ræða málin. Kom einhverju píratar, tveir? Það kom einhverju píratar, já. Það var held í eina. Já. Og Katrín bankaði hjá Gluggan. Nei, fyrir ekki, hún Sólveig Anna bankaði hjá Katrínu. Já, Katrínu, já, gerðum það. Já, en Katrín kom ekki til dyra. Hún kom ekki til dyra. Nei, einmitt. Herðu, en við vorum í samstöðinni að svona reyna að skrifa það hvað gerist þegar að verkbannið byrjar. Já. Og það sem er svolítið sérstakt við það, því að nú lætur sérstaklega moggir reyndar alltaf að tala um það hvort að verkfallssjóður Eflingar muni greiða fólkinu bætur fyrir að fyrirtæki eigendur hendið þeim út. Já. Það stendur í að sjóðurinn sé til í að bæta fólki upp, greiða fólki styrki í verkfalli og verkbanni, en það er ekki sagt hversu mikið eða hvort það er að borga launin og við höfum nú bent á það að þetta eru ef að 21.000 manns myndu fá sömu bætur og fólki sem fór í verkfall, þá myndi sjóðurinn tæmast á svona 6 virkudögum. En málið er hins vegar að ef þetta af þessu verður, þá byrjar þetta á 50. næstu viku. Það er 2. mars og 1. mars hefur verkafólki fengið borgað. En ef að þú værir í stjórn verkfallssjóðsins, þá myndur náttúrulega að segja að við verum bara að sjá til ef að fyrirtæki eigendur alltaf haldis út alla mánuðin, að þá verðum við náttúrulega að deila út einhverjum styrkjum í takt við svona get okkar, kannski bara hafa súpu eldhús í apríl, ef fólki kemur aftur til vinnu í apríl, þeir sem að vilja snúa tilbaka til þess að fyrirtæki eigenda,
þá er þetta styðja þá, það er líka þetta styðja fólk til þess að finna aðra vinnu, kannski að búa til lögfræði aðstoð við þá sem að þurfa að semja við leigusala sína um að fresta afborgunum á leigu eða eitthvað slíkt sko. Þannig að það er fáránlega frambyggt og svona snemmt til tekið að ætla að krefja sko verkfallssjóðunum einhver svör hvað þeir ætla að gera. Einmitt. En hins vegar byrja fyrirtækin að tapa á fyrsta degi, strax á 50 daginn næstu viku og þá ber því að það kom fram í fréttunum í dag því að það var svona eitthvað óljóst hverjir ætti að hlýða og það var talað um að margir sem eru innan SA vil ekki sæta verkbanninu og þá er spurning hvort að þeir megi það og SA hvað uppbrúð það að allir eru að hlýta þessu. Já. Þeir orðuðu það líka þannig sko, eins og þeir varu leiðrétta Eflingu sko. Efling hefur aldrei haldið því fram að fólk megi ekki hlýða því að það. Megi ekki hlýða? Nei, þau hafa bara talað þau segja bara frá því að þau hafi heyrt utan að sér að margir ætli ekki. Og þau hefur líka hvatt sitt fólk til þess að tala við sína yfirbóðra, eigendur í fyrirtækjunum, hvort þeir ætli allar virkilega henda mér heim. Já, einmitt. Af því fólk náttúrulega ræður alveg hvort það hlýði þessu eða ekki. Nei, SA segir það að þeim ber að hlýða. Já, en ég menna að þú ræður því hvort þú samt brjótir þær reglur. Nei, þið ber að hlýða. Það er bara þessu verkfallsbrot. Já, ég menna ef þú ætlar að vera áfram í félaginu. Þá er að ganga úr félaginu. Já. Og ef þú gengur úr félaginu eins og við höfum bent á hér, þá eru ákvæði í samþykktum SA sem segir að þau geta sett viðskiptabann á þau félög. Sem ganga úr félaginu. Nei, sem eru ekki í félaginu og hlýta ekki verkbanninu. Já, sem eru ekki í félaginu. Já, þetta er svo klikkað. En ég er búin að segja þetta tvisvar. Ég veit það. Man bara trúir ekki. Mér finnst þetta svo ótrúlega, ég trúir ekki. Mér finnst þetta svo ótrúlega langsótt, sko. Fyrirtæki byrja strax að tapa og missa viðskiptavinni. Einhver þarf kannski að hringja í matstofu Maríu og segja henni að ég get bara ekki komið með grænubönnunar í dag af því að ég er í baráttu með af því að Halldór Benjamin vill ekki semja við Sólveig Önnu og þá bara verði ég að reka alla heim sem að fara að vanana með vörunartíðin þannig að þú fær engar bönir frá mér og þannig að þú verður bara að loka matstofu Maríu. Þannig að þetta eitthvað svona byrja, það er náttúrulega verkvöldin sjálfur byrja að hafa árið að byrja að loka hótelum og þegar þetta byrjar þá bara að loka öll hótel og það er náttúrulega samgöngur, það eru meiri hlutin af bílstjórunum í Eflingu og hér þannig að þau byrja strax að tapa en það eru önnur félög, það er svo félaga atvinnurekanda og við töluðum hann sveit sem er eitthvað samband veitingahúsa og svo er náttúrulega til atvinnufélagið sem vil stofna það á fleirum sem er félag. Ég held að þau ekki fengi viðurkenningu fyrir samningsrétti en samtök atvinnurekandi er með það og þau eru ekki í deilu við Eflingu, þannig að þau ætti að geta haft opið nema samtök atvinnulífsins fari út í einhverja aðgerð gegn þeim. En hvernig sem þetta þá byrjar þetta alltaf að bitna á fyrirtækjunum og náttúrulega samfélaginu. En þeir sem eru kannski best settir í samfélaginu er Eflingafólki svona 2. mars, 3. mars, 4. mars, nýbúin að útborga. Já, fyrstu dagana. Já, þurfi ekki að mæta í vinnu. Á meðan að fólkið í bókarinn er sendur á liftarann og fórstjóri þarf að skúra og allt þetta. Þannig að en svo var spurning með ég er stór ef að þeir hafa hugsað þetta trenda. Ég held að ég bara get geimda mér að þeir hafa hugsað þetta þeir hafa hugsað þetta út frá því hvernig þeir ætla að klekkja á og tæma verkfallssjóðina en þeir hafa glemt að hugsa kannski afleiðingarnar á annan hátt hvernig þeir getu fengið þetta í hausinn. En svo kemur manni náttúrulega rosalega óvart þegar maður sá hvað voru margir sem að kusu. Það voru bara 3% atkvæðana, maður veit ekki hvað er mörg fyrirtæki af því að stóru fyrirtækin hafa mest atkvæðamagn að það sé ekki meiri andstaða við þetta meðal eiganda fyrirtæki. Ótrúlegt. En talandi það að þá skrifum við líka fréttum hvaða forsendur eru fyrir Eflingu til þess að kæra verkbanni til félagsdóms sem að ASÍ mun náttúrulega fara með málið en ég held að ákvörðun líki í Eflingu. Og það eru nokkur atriði sem að menn hafa verið að benda á. Eitt er það að SA getur ekki búið verkbann. Ekki frekar en ASÍ eða Alþýðusambandið.
og þetta eru heildarsamtök og vegna þess hvað er alvarleikin í verkfalli og þar með líklega verkbanni, að þá þarf að vera tekið af þeim sem að bera kostnaðinn, getur sagt það. Og við sjáum það bara í atkvæðagreiðslu Eflingar þegar að vera að kjósa verkfall, að þá er það bara fólki sem er að vera verkfall sem kýs. Aðrir er ekkert að kjósa það, ég get ekki kosið að þú ferir verkfall. Já. Það bara meikar eitthvað sens. Þannig að það er kannski ekki löglegt að láta alla félaga SA kjósa